Já, nú 0-0 í jafntefli gegn Þrótturum svona leikur þar sem voru kannski svolítið ólíkir sjálfum ykkur, rétt myndi? Já, mögulega sko. Við fannst þeir nú byrja leikinn bara nokkuð sterkt þó að þeir fái svo ættuleg færi í byrjun leiks. Þá fannst mér við byrja leikinn nokkuð sterkt og héldum vel í boltann og vorum að pressa vel á þá en svo finnst mér leikurinn jafnast út og við erum ekki það að segja ykkur afsökun, við erum graslið þannig að við kannski þurfum aðeins að venjast gerðingarsunu en mér fannst svona við vera ágættir í þessum leik en mér fannst kannski við þurfum að gera meira sóknarlega þessu sko. Við fengum urmöl að færum gegn ykkur en svona sterkt að halda hreinu, Halldór flottur í markinu og hlýtur að vera svona ánægður með það að halda hreinu. Já og hann gerir vel og mér fannst við líka hlaupa samt einhvern veginn svona sum færi fannst mér einhvern veginn bara við færa þeim einhvern veginn á silfur fati sko en sterkt að halda markinu hreinu þegar það skot í slá og ég veit ekki hvað og jú, ef við erum heiðarlegir þá fengum þeir betri færi til að skora þannig að við verðum að vera bara sáttir með þetta stig í dag. Hvað fannst þér svona vanta í sóknarleik liðsins í dag? Við bara mér vant oft bara svona síðustu sendinguna og mér fannst stundum taka á margar snertingar. Mér fannst við geta tekið alveg 2-3 sendingu í fyrsta fyrir marki og þá höfum við náð sendingunum milli markmanns og varnar og þá var þetta bara kapphlaup og svona varnarmanni þannig á boltanum. Mér fannst við líka stundum vera stimplan hratt yfir og í staðinn fyrir að taka skoti í fyrsta tempóið og þá var það að stoppa hann og færa hann inn og veika hann í fót og mér var svolítið vant upp á það en við eigum alveg stórhættulega sjans til þess að skora. Maður sér þarna eftir hornspyrnu og boltinn dettur dauður og það er bara minnur engaður á pótunum inn. Þannig að við gætum svo sannlega að skora þessum leik. Núna smá hlé á deildinni yfir Verslunarmannahelgina og síðan bara stórleikur gegn IBVF. Svona hvernig mæta menn gíraðir í þann leik? Bara mjög gíraðir. Við erum svo bara í alla leiki. Það allir þjálfarar búin að tölast á því að það allir leikir 50-50 og þú þarf bara að gefa allt í einasta leik og oft þetta einhvern veginn bara að hlutinni falli með þér og ekki sko og segja að það hafi ákveðið moment að falli með okkur þegar boltinn fer til dæmis í slána og boltinn leikur ekki inn í Þrótturunum en á móti kemur þá fellur hann náttúrulega á móti okkur að það er bara búið að stimpla okkur áður en leikurinn byrjar. Það eru teknir afstæðum mínir 2 í uppbytun afsíðis af dómarunum, truflar það í uppbytuninni til þess að segja við á að hann sé búinn að heyra það á ýmsum áttum og þeir séu að klípa og toga og hann ætlaði að gefa þeim rautt ef hann verður vitni að því. Sem ég náttúrulega var bara mjög ósáttur við og þetta galið að dómarinn sem trufla 2 unga leikmenn mér í uppbytun til þess að basically að hóta þeim og væna það bara að vera að klípa í menn og þetta er bara galin umræða og ég bara skildi ekki og þegar ég var mönnum að vera að tala með þetta í einhverjum podcastum við síndum hann bara vídeo og ef allir sem vilja geta fengið samt vídeo frá mér þar sem Hassan Jallow klípti bara bátinn í magann síðasta leik. Það er bara þannig og vera að væna þess að drengjum með þetta og þar leiðandi náttúrulega fá þeir engan afslut í þessum leik og Júlíus náttúrulega bara toga það niður bara pjúra víti tíminn eftir leiknum og þannig að það er ótt að segja að sem fallið með okkur í leiknum þá fjall ekki annar með okkur heldur. Ræddirðu eitthvað við Gunnar Odd dómara leiksins? Já, við náttúrulega vorum bara mjög hneykslaðir og ég náttúrulega fer bara að segja teiminu frá þessu og þeim veitir teiminu hjá mér í hann og segir að sína skoðun á því hversu bara galið þetta er og skilaboð sem við fáum með að sá einstaklingur byrja í leikinu á guluspjaldinu og sett bara rauninni bara hvað segir maður, bara keflið fyrir munni honum, heitt og orð og þá fara að setja ykkur bara, þetta er bara, mann líður bara eins og maður sé okkur skil á þetta, ég bara skil ekki alveg, við erum bara alls ekki gróðast að liða þessari deild og við erum að tala um þetta 2 bara frábæra drengi. Maður er hálf sjokkur þegar það er og segir svo þess. Já, þetta er klár mismunun á leikmönnum. Já, þetta er stórundilegt. Ég hef aldrei upplifað annað eins bara á æfingu. Maður er bara, já, bara í ágjörð. Takk hérlega. Takk sem leys.